Góðan daginn, ég ætla að kynna lokverkinu hjá mér en það að setja BMF M57 og 8 að gera sjálfskiptingu sem er líka BMF í patrólun hjá mér. Þetta svona, hvað verið að gera á helsta? Það verið að bara endurnýja, setja nýja, taka gamla mekaniska tækni, setja allt tölvustýrt, þetta Comarail mótor með beinni innspýtingu á meðan að hitti mekanist og sama með sjálfskiptinguna. Bílinn var beinskiptur og núna var þinn sjálfskiptur. Og bara töluvert meira afl því eins og margirinn að vita sem að hafa eitthvað verið í kringum 2.8 patról, þetta er alls ekki kraftmikið á engan hátt og þá í raun og veru að vera að endurnýja öll kerfin, eldsneytiskerfi, það er verið að setja nýtt skorloftskerfi og púst og slíkt. Og helstu íhlutinni sem við verið að skipta og til að gera það hægt, það eru milliplötur sem eru fengnar frá Variat Garage í Pólandi og svo House of Torque frá Bretlandi og það þægilega við þetta allt saman er að millikassin stendur á sama stað þannig að það þarf ekki að breyta til dæmis afstæðan á driftsköftum öll svo sama og svo eins og hérna má sjá að þá skjár sem sýnir allar helstu upplýsingar þar sem að þetta allt saman tölvustýrt og talar saman með CAN bus. Og þá spurningin af hverju M57 en ekki margt annað sem í boði, til dæmis LS eins og margir aðrir ákveða að gera og M606 frá Benz eða TT42 eins og kom í þessum bílum. Og einfallega það bara, þetta kostnaðarvænna, þetta eyðir litlu miðað við afl og það rosalega þekking þetta og rosalega mikið framboð á varahlutum og öðru slíku. Og hérna góð tafla sem sýnir alla þessar vélar sem komu. Þetta var framleitt alveg frá rétt fyrir aldamót og upp í 2010 og vélinn sem ég með það þessi hérna. Það Euro 4 218 og hún hefur þann kost að hann með stærri spísa heldur en fyrir vélinn og þetta stálblokk með við álblokkinar í þessum nýrri vélum hérna. Og svo bara munur með 8HP með við beinskiptinguna, það töluvert betri nýtni, hraði og bara allt í raun og veru betra. Þetta verður notað í jeppakstur þar sem að fyrsti gírinn rosalega lágur í sjálfskiptingunni og má sjá hérna bílinn í háadrifinu, punktalínunar hérna til dæmis 50 gírinn í beinskiptingunni og það má sjá hérna á 100 km hraða í cirka 2500 snúningum á móti í 2000 í 8. þrepi á skiptingunni. Og svipa með lágadrifinu, þegar komin hérna alveg upp í 4 snúninga ennþá í 100 km hraða og þetta miðað við á 33 km dekkjum orginal hlutföllum. Og það var svona framkvæmdin hvernig þetta fór, byrjað var á að fara yfir vélina fyrst að þetta var upp úr fyrst hann var í standi og reyna að falla ekki gildruna fyrst þetta opið, það fari ekki of langt, það var erfitt en það hafðist og þá var aðalega skipt pakningar allar helstu, það var reynt að opna ekki kjallarann í að taka headið af. Það var nýlega headpakning á mótornum og svo kom í ljós að keðjan sjálf var nánast ný en hins vegar má sjá eins og hérna þegar var tekið pústið af að það var lag meðfram ventlum og það þurfti að skipta ventlaþéttingar þannig að ásanir og annað þurfti að fara af. Túrbínan sem vanlega situr hérna niðri var færið hingað upp í svona toppmount færslu og hérna má sjá mótorinn bara í standinum fyrst. Og yfirferðin á vélinni sjálfri að þá helsta áskorun var að tímastilla vélina upp á nýtt og skipta ventlagormana. Hérna má sjá gömlu gormana við hliðin á einum nýjum sem töluvert stífari og svona helst mælt með þegar maður komin upp í 300 hestöfl og yfir. Og hafa fengið hérna svona spes tól til frá framleiðandanum sem seldi mig gormana til að pressa hann niður og var tiltölulega þægilegt. Fjarlæging og ísetning, hérna 2.8 mótorinn og hann var í raun og veru aðalega fjarlægur til að þetta bara góður safngripur og maður vill ekkert vera að slíta þessu neitt. Og svo hérna nýju mótorinn hérna fyrir framann. Sjálf úrtæktin á þessu var mjög fljót, þetta tók ekki nema, maður er ekki búin að tala í mikrofón, heyrist almennilega í mér. Að það var í sjálf sem mjög fljótlega gert, við vorum kannski kringum 6 tíma að rífa gamla mótorinn og allt upp úr. Og svo var millikassin settur í aftur og sjálfskiptingin sett í. Það var skipt input öxul inn í millikassan því að hann með öðru sér rillufjölda til að þetta virki allt saman
og svo er milliplata sett aftan á mótorinn til að hann passi aftan á skiptinguna. Og svo þarf að taka mótorinn í og úr tvisvar upp á að setja mótorfestingarnar á réttan stað og mæla, og þannig að hallin og allt á mótor sé rétt og það bara reykist ekki í neitt. Og svona fyrir alla Toyota-menn til að gera þá glaða þá eru notaðir Land Cruiser búðar í þetta. Eldsneytiskerfið, það er rosalega einfalt. Þetta er bókstaflega bara eins og myndin er hérna, það er bara beint úr tank sem fer í dælu, síu, inn á Comorail-dælu og beint aftur út á tank og inn á spísa. Ja, Comorail sjálft. Og ég 3D-prentaði bracket fyrir þetta til að hafa þetta í vélasalnum. Margir aðrir setja það til dæmis í grindina, en þú getur komið þessu næstu hvar sem er fyrir. Kælikerfið, það var mjög einfalt. Það notaði sami vasskassi. Ég hafði fengið 4-2 vasskassa í bílinn sem fyrir slysni, en það hendaði fínt því að útgangarnir hönduðu betur fyrir það heldur en upprunalega 2.8 kassin. Og setti svo rafmagns viftur 2 sem eru stýriðar af Canbus eða stýriðar af skjánum, og það er hægt að stilla það alveg eftir bara hvað hitastig þú vilt að þú kveikir á og hvað annað. Og svo er kælirinn hérna fyrir sjálfskiptinguna. Pústið, það er bara 3 tommu í gegn alveg, og svo hitavafið eins og sést hérna og fer hérna alveg upp, kemur undir pönnu. Upprunalega í bílnum þá er pústið eða túrbínan og annað er hérna megin, þannig að það var smá gaman að taka þetta hérna niður, en annars er þetta bara 3 tommu í gegn og túrbínan virkar sem hljóðdeyfir. Rafkerfið, það var einna helst mestu hausverkunin, því að það sem átti að vera mestmegnis tilbúið að því var ekki alveg svo, að þegar það átti að setja í gang þá kom í ljós að enginn virkaði ekki, því að það vantaði, það hefði bara ekki verið gengið almennilega frá því við kaupum, það vantaði pinna sem sagt til að læsa, þannig að það var sambandsleysi þar. Því náðu að redda og svo grandaðist vélatölvan, og ég víst fyrst í Evrópu til að ná að gera það með mínar heimildir og talandi við öll verkstæði úti. Þannig að hafa fengið önnur á láni og bílinn keyrir og gerir, en er á aðeins og stóru og kraftmiklu mappi eins og er. Og þetta er allt saman talað saman með Canbus, og það var brasa að finna út til að byrja með, en þetta er mjög einfalt þegar maður er aðeins komin inn í þetta. Svo var ýmis smíði og flangsar sem þurfti að smíða, og til dæmis má sjá þessa hólka hérna, að þetta er raun og veru minkaninn í 2,5 tommu til að bara einfalda smíði, og að þeir eru með eins og sést hérna svona smá röndum þannig að það blæs ekki af undir þrýstingi sílikonhósunar og annað á inntakskerfinu. Svo má sjá hérna hólka fyrir MAF-sensorinn sem að kemur á rör, því upprunalega kemur hann í svona hálf eggjalaga plaströri. Og svo bracket hérna fyrir turbomótorinn, því að þetta er afstýrð turbína í staðinn fyrir að vera vakkjumstýrð. Og strákanir í Stálex voru ægilega fínir og góðir og hleyptu manni í leyserskeran, mæli eindreiði með að fara til þeirra ef vantar einhverju svona smíði. Og svo ásverk hér að renna þessa hólka. Og hérna smá myndband á honum í gangi, þetta er við svona cirka 50-60% gjöf, en leifum bara myndbandur að tala sjálft. Til að taka það fram, það heyrist ekki alveg svona hátt í honum í alvörinu með hátalarinn í kæðina hans. En já, svo bara svona til að þakka, þá vil ég hjálpa Voltus fyrir aðstöðu, eða þakka þeim fyrir aðstöðu, pappa sérstaklega fyrir að nenna að brasi í þessu svolítið með manni, og svo bara vinum á vandamönnum fyrir hitt og þetta. Annars bara takk fyrir mig og einhverjar spurningar. Ekki tímar, en ég get sagt að kostnaðin, og hann er samt minn en maður átti von á meðan við komum að fá. Meðan við 300 hestafla mótor og 8 gíra sjálfskiptingu og góða nýtni, þá var þetta í kringum 1,3 milljónir með vask og flutning, en það má alveg minnka það, og það fer bara eftir hversu langt má fara. En með hagnýtingu, ég er að gera þetta í fyrsta sinn, við erum svo að græja annan svona bíl einnig líka, en hann kostnaðurinn þar er töluvert lægri heldur en þessi frumraun. En tíminn allavega 100-200 klukkustundir í vinnu. Eitthvað fleiri spurningar? Bara takk fyrir mig.